Jæja Baldvin, til hamingju með sigurinn í valinu á götu og brautarhlaupari ársins. Takk fyrir. Til hamingju með frábært Íslandsmet í 10 km hlaupi. Þú varst að hlaupa þarna í Valencia. Var einhver svona langur aðdragandi að því að þú ákvaðst að taka þátt í þessu hlaupi? Já, ég vildi segja, ég svona eiginlega hugsaði bara í fyrra taka þátt þá í janúar. En ég ákvaði að sleppa því og einmitt mér meira á innanhústímabilið. Það var EM innanhús og ég vildi bara taka kannski aðeins betri undirbúning fyrir það. En ég var með nokkra æfingafélaga sem fóru út til Valencia þá og það var líka sturlað hlaup þá. Það voru svo margir sem hlupu svo hratt og líka bara margir sem eru svona í kringum mig í hlaupaheimnum. Þannig að það var eiginlega, ákvaði alveg bara í júlí í fyrra að ég ætlaði að fara í Valencia bara þessu ári, 2006. Já. Og þá til að ná þessum markmiðum sem að EM? Já, ná EM lágmarkinu og líka bara prófa með hans áfram í lengri vegalengd. Já. Eftir að vera svo mikið einbeittur á 3000 og 5000 undanfarin ár. Segðu mér bætingum heila mínútu, það svona töluvert mikið. Já. Hvað skilaði svona rosalegri bætingu hjá þér? En ef ég myndi svona fara alveg aftur í tíman, þá 2003 hljóp ég 28.57, nei fyrir ekki 28.51, þannig að 2005 hljóp ég 28.37, þannig að það var bara búinn að skera af 15 sekúndur á þeim tíma. En ég vissi alveg þegar ég hljóp 28.37, þá átti ég fljótari tíma inni, bara með hvernig formið var. Og svo náði ég líka að æfa alveg gríðarlega vel í þessar 3-4-5 mánuði inn í Valencia. Men mér fannst eins og ég var komin í bara betra form heldur en ég var nokkurn tímann búinn að vera í áður. Og þannig að það skilaði svona mikilli bætingu. Já, það hefur ekkert verið að skipta þjálfari eða neitt svoleiðis? Nei. Það bara öðruvísi áhersla á æfingum? Öðruvísi áhersla á æfingum, já. Geturðu sagt okkur frá þá, hvað var það sem skóp þetta? Hvað áherslu voru það sem þú breyttir? Þannig að taka út svona mikinn, eða svona undirbúningin fyrir 3000 og hraða svoleiðis. Það tekur rosalega mikið úr manni, þannig ég tók það bara út og var þá meira að taka svona threshold og tempoæfingar. Náttúrulega hellt inni svona ennþá brekkusprettum og svona nokkrum svona smá intensity, eða svona hágæði. En bara mikil áhersla á tempo og threshold og eiginlega bara gera eins mikið af því og ég þoldi. Og ég var heppinn með það að ég náði að henda saman mörgum mánuðum sem ég þoldi mjög mikið og það gekk vel. Já, það mútu segja bara svona í ljósið þessa, hvað uppáhaldsæfingi þín sko, sem að bæði skemmtileg og skilar? Já, mér finnst threshold-æfingar alveg skemmtilegar. Það er kannski margir sem finnst það ekkert skemmtilegar en mér finnst bara gaman að ég veit að ég svona smá saman að bæta mig í því. Mér líður ekkert eins og þetta sé eitthvað gríðarlega erfitt. En þannig ég myndi segja æfing sem ég hef tekið, það gæti verið 1000 sinnum, 10 sinnum kílómetr eða 10 sinnum 3 mínútur með 1 mínútu í hvíld á svona 3:00 peysi sem fyrir mig kannski svona aðeins hraðar en marathon pace. Þannig að það er svona æfing sem ég tek aftur og aftur og aftur. Já. Hvað er þetta að æfa oft í viku? Hvernig er svona æfingavikan, þú veist? Þannig að það fer svona smá eftir vikunni en flestar vikur eru 12 eða 13 hlaupaæfingar. Þannig ég tek alltaf einn langan túr, hleyp bara einu sinni þann dag og svo stundum tek ég einn dag sem ég hleyp bara einu sinni sem svona hvíldadag. En annars myndi ég bara hlaupa 2 alla daga og svo bara einu sinni þegar ég tek langa. Já, þetta er töluverður tími sem fyrir þetta hjá þér. Já. Er þetta bara því atvinna þín í dag? Já, þegar ég útskrifaðist úr háskóla í 2003, ég vann aðeins en svo hætti ég því af því að ég fann að þetta var svona að taka frá æfingunum hjá mér og ég er bara búinn að vera á fullu í þessu núna í 2,5 ár núna og bara, mér finnst ég ennþá vera að bæta mig bara á góðum hraða sem ég er að bæta mig og held þess áfram og læta það virka bara með styrkjum, samstörfum og svoleiðis og svona alltaf draumurinn er að þetta verður einfaldara að fjármagna þetta
en eins og núna þá ég bara búinn að láta það ganga í nokkur ár. Hérna, ef við förum aftur inn í bara æfingarnar, styrktaræfingar, þú gerir nú eitthvað af því, það ekki, Jú. með þessu, þó þú hlaupir að mestu, getur þú aðeins satt og bara öllítið hversu? Þannig að ég kannski fyrir, seinustu 2 árin, þá er ég eiginlega búinn að skipta svona styrktaræfingunum, til að með styrktaræfingar þjálfari minn núna sjúkraþjálfari. Þannig að þetta mjög sniðað í kringum bara verða ekki meiddur og bara vinna í eymslum og svoleiðis. En áður fyrr þá var ég með styrktarþjálfara sem var styrktarþjálfari og það var kannski meiri áhersla á performance í styrktaræfingunum. Þannig vorum að taka miklu þyngra heldur en ég er að gera núna og mér fannst á þeim tíma líka að þetta var ekki alveg að skila sér. En já, núna finnst mér betra að nota styrktaræfingarnar frekar í það bara að vinna í eymslum. Ertu þá að taka æfingar sem eru svona bara með líkamann og svona eru svona... Ég tek alveg, ég tek squat, ég tek alveg 50 kíló í squat núna. Þannig að þetta er alveg, ég er alveg að gera svona ennþá svipaðar æfingar en ég er líka að taka mjög mikið core og með svona litla teygjur og svoleiðis, bara þess að virkja alla litlu vöðvana. Talandi þá það allt saman, ertu teygjur svona, tekur þú þess að hefðbundnu teygjur eða ertu duglegur í þeim og hreyfiteygjum eða hvað leggur áherslu á? Kannski ekki í svona venjulegum teygjum, nema ef eitthvað er svolítið stíft þá teygi ég á því og ef mér er búið sagt því þú þarft að teygja þessu. En ekki mikið en alveg slatta af hreyfiteygjum, til dæmis fyrir allar gæðaæfingar þá er svona rútína af hreyfiteygjum og ég er að gera það 4-5 sinnum í viku, þannig að þetta er alveg góður tími sem er að fara í svona mobility og hreyfiteygjur. Já. Eitthvað byrjar að hugsa maraþonvegalengdina, svona, sérðu það fyrir þér í svona náinni framtíð eða eitthvað byrjar að velta fyrir þér? Já, kannski ekki náinni, en þetta er svona hugmynd sem að kemur og fer. Ég veit að það kemur að því að ég fer í maraþon. Ég æfi með bara nokkrum sem eru mjög góðir maraþonhlauparar. Þannig að þetta er svona alltaf til staðar. Ég veit ég er á mjög góðum stað ef ég vill svona keyra alveg fullt í maraþon. En eins og núna finnst ég er ekki búinn að ná, ég held ég ekki búinn að ná nálægt hvað ég held ég get gert á brautinni. Og það líka freistar mig mjög mikið að komast á Ólympíuleikana á brautinni. Það sé ekkert að því að komast í það á maraþoni en komast á brautinni það spennir mig mjög mikið. Hver er hérna stefnan á þessu ári? Þannig að byrjaði árið með 10 km, svo núna er ég svona að taka smá hraðablokk. Keppi 1500 og 3000, en þetta er mjög stutt blokk. Þetta eru 2 vikur þar sem ég keppi 3 svar, þannig að þetta er mjög stutt og svo ætlum ég að taka svona smá hvíld, bara kannski eina svona létta viku. Og svo ætlum ég bara að taka aftur svona frekar langan undirbúning eins og ég gerði fyrir 10 km. Mér finnst það alveg hjálpa mér mjög mikið að bara gefa mér mikinn tíma í það að undirbúa og þá kannski hafa svona, því ég er búinn að taka víðavangshlaup og svoleiðis en bara svona taka það meira út og einbeita mér svona, meira á bara svona nokkur hlaup á ári og þá bara, ég reyna að toppa þá í júní, júlí, ágúst, einhvers staðar þar. Reyna að ná góðu 5000 í júní og vera tilbúinn fyrir EM utanhús í ágúst sem ég er mjög spenntur fyrir. Já, og keppa þá í hvaða vegalengdum? En ég kom með lágmarkið í 10 og langar í lágmarkið líka í 5. En það er svona stóra markmið fyrir árið. Svo er það ágúst og svo er ég svona alltaf að sjá til með haustið hvað ég fer í hvort það verður annað 10 km eða svona, væri alveg til að prófa hált. Kannski stíga upp í það í haust eða byrjun árs á næsta ári. Þannig að þetta er alveg svona hugmyndir sem í gangi en Hvernig með alla þessar æfingar, þessar 12-14 æfingar, hvað gerir þetta svona samtals í magni? Í magni þá meðaltalið mitt yfir þessa mánuði inn í hlaupið var rétt yfir 160. Margar vikur í kringum það, svona 160, en svo náttúrulega
kemur það fyrir ef ég er með nokkrar stórar æfingar þá fer ég upp í svona nálægt 180 í þeim vikum. Þannig að þetta er alveg töluvert magn, en líka þetta er ekki það mikið magn, ég get alveg byggt upp á það, get alveg hlaupið meira en þetta. Að lokum, Baldvin, ertu með eitthvað hollráð fyrir þennan venjulega bara skokkara og hlaupara? Nú ert þú keppnismaður og sér þetta svolítið frá keppnisvinglinum, en svona fyrir okkur hinn sem erum bara að þessu okkur til gleði og ánægju. Já, þetta er líka eitthvað sem ég þarf að vera meðvitaður við líka, er það bara að vera rólegur með hversu hratt þú ert að bæta þig. Þannig ef þú finnur fyrir einhverjum eymslum eða er eitthvað í gangi, þá er betra að draga aðeins úr og því að skiptir í raun ekki máli, til dæmis ef þú ert að reyna að hlaupa undir 40 mínútur í 10 km, hvort þú gerir það núna eða eftir 2 mánuði. Þannig að það er betra að gera það heldur en að reyna að gera það bara sem fyrst. Þannig að þetta er samt náttúrulega, það er svona smá balans á milli að hafa svona, vera svona keyra sig áfram og þolinmæði. Mér finnst flestir, 99% af hlaupurum þurfa kannski meira að vinna í því að vera þolinmæðir heldur en að vera að ýta sér áfram. Þetta er bara þannig íþrótt. Frábært ráð. Takk hérlega fyrir þetta, Baldvin, og gangið þér vel. Takk fyrir.